Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn en við tökum hann upp hér í Pakkhúsinu á Akureyri. Í þættinum í dag ætlum við að ræða eins hvaða viðburðir og hátíðir í boði vítt og breitt landið í sumar. Við kynnum okkur starfsemi UNICEF, heyrum af 30 ára afmæli Sniglabandsins og tónleikaferðalagi Sætabrauðsdrengjana svokölluðu. Við skulum hins vegar byrja þáttinn á að kynnast vandræðaskáldunum eins og þau kalla sig, en það eru Sesselía Ólafsdóttir og Vilhjálmur B. Bragason, en þau yrkja, semja leikverk og tónlist svo fátt eitt sé nefnt. Síðar í þættinum fáum við svo að heyra brot úr verkum þeirra. Þið kallið ykkur vandræðaskáld. Eru til að byrja að segja mér hvað það er? Hvað er að vera vandræðaskáld? Já, það er hvernig það kom til. Já, við bara vissum, nei. Já, við bara vissum. Við vorum að leita að einhverju góðu nafni og vorum með mörg svona, en þetta svona stóð upp úr af því að það svona túlkaði margt, sko. Við vorum að leita svona, af því að við erum bæði svona tengdumst í gegnum Davíð Stefánsson alltaf mikið og þetta er sem sagt eitt af ljóðunum hans, eitt af þeim fáu sem ég hef heyrt hann lesa líka, heitir sem sagt Hallfríður vandræðaskáld. Og svo spilar inn í líka við bæði, yrkjum bæði, ljóð og gert lengi. Og þegar við svona kynnumst fyrst í menntaskólanum hérna, þá einmitt eins og Sessi sagði, þá eru það ljóðin kannski sem leiða okkur saman upp og gera, þú veist, vin okkar dálítið mikið byggð á ljóðlistinni. Já. Og eru þið bæði búin að vera að yrkja síðan þið voru bara unglingar eða? Já, bara í rauninni síðan ég fór að setja saman texta, sko, þá man eftir að maður var að semja ljóð alveg frá því, sko, í grunnskóla, svona kannski 10 ára sem ég fór bara svona eitthvað að gera þetta fyrir alvöru, sko. En náttúrulega fyrir alvöru í menntaskóla kannski, þá var maður alveg óstöðandi. Já, nokkuð maður byrjar svona að fikta við það í grunnskóla, svo verður þetta náttúrulega eins og sannir fíklar var þetta alltaf harðara og harðara eftir svona það er þetta að tala harða ljóðlist. Já, er það sem við gerum. Já. En þið yrkið á frekar ólíkan hátt, það ekki? Jú, bæði og. Það eru svona svæði þar sem að þetta kannski skarast pínu hjá okkur, sko. En jú, ég hugsa að það megi segja það að við eigum svona þetta við sækjum dálítið í þetta hefðbundna við að yrkja með stuðlum og höfuðstöðum og við eigum það kannski dálítið sameiginlegt en efnistökin og svona uppbyggingin er dálítið ólík. Og hvert sækið innblástur? Bara í allt í okkar lífi, hvort sem það er hjartasorg eða leiðinlegt fólk eða alls konar. Já, ég held að sé alveg bara upp og ofan. Stundum veit maður ekkert hvaðan hlutir koma, en maður bara tekur við þeim samt. Já, og stundum heyrir maður gott lag í útvarpinu, les gott ljóð eftir Davíð og það svona veitir manni innblástur eða gott ljóð eftir einhvern annan. Já. Gerist sko sjaldan, en það gerist. Er Davíð sem sagt uppáhaldsskáld ykkar beggja? Allavega klárlega mitt, sko. Já, ég hugsa það líka kannski af því að hann var svona fyrsta stóra ljóða ástin í lífið manns. Það mætti segja það þannig að þá eðlilega hafði hann óbúslega mikil áhrif og hann er líka svo stórt nafn á svæðinu og skiptir sko Akureyri og Norðlendinga bara almennt mjög miklu máli. En ykkar leiðir liggja saman bæði í menntaskólanum á Akureyri og síðan út í London? Jú. Já, passar. Hvað voruð þið að gera þar? Það var nefnilega þannig að ári eftir útskrift í rauninni þá fór ég í leiklistarnám til London og hef verið þar í rauninni bara síðustu 6 árin. Og svo kom Vilhjálmur og var það ekki í BA-náminu? Jú, ég hef nefnilega verið í tvígang út í London. Fyrst fór ég svona skiptinám og var úti og svo fór ég aftur í mastersnám seinna. Þannig að við heldum rosalega mikið sambandi úti og ég mitt líka kannski ekki sísta því að við erum bæði svona mikið leiklistar þengjandi. Ég hef ekki verið að leika eins og Sessi en hef verið að skrifa rosalega mikið fyrir leikhús og er aðalega að gera það þessa dagana, að skrifa leikrit og svona meðfram því sem við erum að gera. Og þannig að það er rosalega mikið í gegnum þessa leiklist og þennan leiklistar áhuga sem að leiðir okkar liggja svo aftur saman. Já. Og þið fenguðu nýverið einhvern styrk og eruð einmitt að skrifa leikrit? Akkurat. Ekki rétt.
svona einmitt, við fengum styrk og kunnum Eyþing í menningaráði Eyþings bestu þakkir að sóknara áætlun Norðurlands eða hvað þetta heitir núna, en það alltaf Eyþing og alveg bestu þakkir fyrir að styrkja okkur svona dyggilega og við erum að vinna svona að sýningu sem við ætlum að sýna hérna á Akureyri núna í byrjun september. Já. Og þetta einhvers konar ljóðasýning eða hvað það bjóða okkur upp á? Já, þetta meira kannski svona lagasýning. Við erum að svona spila lög, syngja og svona gera pínu svona tilraunastarfsemi með lög og sögur sko. Þannig að við erum að segja sögur í gegnum lög og svona, þetta pínu svona Íslendinga, okkur sjálf. Akkurat, við erum að reyna að vinna alltaf svona úr því hlutskipti okkar að vera Íslendingar, svona hlutskipti okkar í lífinu að vera Íslendingar og Íslendingar allra náttúrulega. Já. Og hvað það þýðir svona í stóra samhenginu eftir að hafa verið úti og svona það gefur manni annað samhengi á hlutina. Eru þið hæðin? Já, stundum já. Alveg hressilega myndi ég segja. Já, töluvert. Það er bara betra. Þetta er svona góðlátlegt grín svona í bland við alveg dass af hæðni. Já. Er það þar kannski sem þið svona náið tengingunni? Já, ekki það ekki. Jú, ekki síst. Kolsvartur húmor, það skemmtur okkur báðum. Já, við höfum alveg einstaklega gaman að því að vera hræðilegt fólk. Vera hræðilegt fólk, já. Hversu virk eru þið? Hvað skrifið þið mikið? Eru það að framleiða stöðugt? Hvernig er það? Góð spurning. Við erum alltaf að vinna, það er í rauninni bara fer eftir sko, því maður er alltaf eitthvað að brasa sko, eins og þau vorum að gera Davíðs-prógrammi núna í síðustu og þar síðustu viku vorum mest að vinna því. Já, þá vorum sem sagt með svona smá prógram í tali og tónum Davíð Stefánsson og fluttum það upp í Davíðshúsi og svo eins fyrir eldri borgar á Hlíð sem var óbærslega skemmtilegt og gefandi. Átrúnaðargoðið. Jú. Eitthvað svoleiðis. En svo myndi ég segja að það er allur svona gangur á því og því að svo erum við náttúrulega að vinna rosa mikið í sikkoru lagi líka. Ég til dæmis að skrifa hverjum einasta degi því ég að vinna svona fyrir utan það sem við erum að gera, þá ég að skrifa leikrit þessa dagana sem ég að reyna þarf að reyna að klára núna á allra næstu vikum. Og svo en svo einmitt það er svo óbærslega gefandi að þegar við komum saman að þá er maður einhvern veginn að nýta aðra sköpunarorku heldur en þegar maður er einn að vinna. Þannig að það gefur manni einhvern veginn, sko, maður kemst lengra á bensíntanknum þannig. Já, og höfum verið stundum að semja bara ótrúlega steikt lög bara klukkan 1 að nóttu. Það er bara, já. Þá er maður bara, nei, þetta er frábært, höldum áfram. Og svo erum við bara, já, þetta er lag kóngulær. Þetta er geðveikt lag. Þannig að við gerum það daginn, sömdum lag kóngulær til 1 að nóttu. Og þú stundum koma svona bara lög sem að bara gerast. Það kemur eitthvað svona, maður bara á einhverjum 10 mínútum korteri komið bara lag í rauninni. En svo sum lög taka lengur í þróun eða þannig, svona að breyta og bæta og aðeins taka út og bæta við og svoleiðis. En þið ætlið að sýna þessa sýningu sem þið eru að vinna í september. Eru þið með eitthvað fleira planað? Sko, já, það er kannski kynningin, það er svona, við ætlum til dæmis að vera á Akureyrarvöku. Og það ætlum við að vera með svona lög úr sýningunni meðal annars í bland svona við annað en það er svona hlutar kynningar áætlunni fyrir sýninguna því að Akureyrarvaka er náttúrulega þannig alveg í blá lokin á ágúst og sýningin er svo bara þannig alveg í blá byrjun september þannig að það er ekki seinna að vætna og svo náttúrulega verðum við örugglega út kvippin og kvappin í ágúst líka. Já, eitthvað að vera með Davíðs-prógrammi líka og svona Davíðs-prógrammið. Já, þannig að það er svona ýmislegt sem kemur upp og við erum til dæmis búin að setja upp einhverja svona Facebook-síðu og svona til þess að vera með á nótunum þannig að fólk getur fylgst með okkur þar og við erum yfirleitt dugleg við að láta vita ef við erum að koma fram einhvers staðar eða svoleiðis á þeim vettvangi. Þannig að þið eru með ljóð, leikverk og tónlist. Og tónlist, já.